Þegar farþegarflugvélin Geysir brotlendir á Vatnajökli telja flestir að vélin hafi farið í sjóinn við Vestmannaeyjar. 6 manna áhöfn talin af. Eftir 5 daga búið að skrifa minningagreinar. En þá heyrist ógreinileg morssending. Hér Geysir, allir á lífi. En við vitum ekki hvar við erum. Fljótlega kemur í ljós að Geysir hafði brotlent á Bárðarbungu. Björgunarmenn sendir af stað í skyndi frá Akureyri. Flugvél á skíðum frá bandaríska hernum lendir á jöklinum til að bjarga fólkinu en það vill ekki betur til en svo að hún kemst ekki á loft aftur. Og það alveg ljóst að skíðin sem mennirnir ganga á til að bjarga Geysisfólkinu munu gera gæfumuninn við björgunina. Og Skúli, hér eru skíðin sem voru notuð í þessu einstæða björgunarafreki. Þetta hefur verið alveg gríðarlega mikið afrek og þeir ganga þarna yfir 100 kílómetra og á göngu í einhverja 25 tíma. Það var ekki til nógu mikið af skíðum í þessum leiðangri, þannig að eitthvað af skíðamönnum varð eftir neðan við jökulinn. Ég veit svo sem ekki alveg hvernig hefur verið að ganga á sig. Ég held að þetta hafi verið það eina sem var í svona björgunarbúnaði á þessum tíma. Nú ég náttúrulega gripið strax í vélsleða og snjóbíla, Góður búnaður og sterkur mannskapur bjargar þarna 10 verðmætum mannslífum.